Velkomin í þennan þátt af Íslenska draumnum. Ég heiti Sigurður Magnússon og er stjórnandi þáttarins. Í þessum þætti setjumst við niður með Einari Kristjánssoni en hann er stofnandi Alpha Gym og Sport4U. Alpha Gym býður upp á einkaþjálfun í minni hópum og Sport4U er líkamsræktarstöð sem er opin allan sólarhringinn. Þetta viðtal er mjög áhugavert fyrir þá sem hafa áhuga á self-development þar sem Einar leggur mikla áherslu á rétt hugafar í sinni þjálfun. Í viðtalinu förum við yfir hans viðskiptaferil, frá því að vera venjulegur einkaþjálfari og í það að eiga 2 líkamsræktarstöðvar á besta stað í Keflavík. Gjörið þið svo vel. Einar Kristjánsson, velkomin í þáttinn. Takk. Mig langar svolítið að vita, hver er Einar Kristjánsson? Já, það er góð spurning. Fyrst og fremst pabbi og fyrirtækjaeigandi og bara venjulegur. Hvaða orð myndirðu segja myndi best lýsa þér? Orð myndi best lýsa mér. Það er bara svona ástríða. Ástríða? Já, það er svona passion bara og já, í því sem ég ger allan þá er það held ég svona bara passion sko. Okay. Því að ég verð að hafa passion fyrir því sem ég er að gera. Já, myndirðu segja að það væri þitt sterkasta vopn, væri ástríða fyrir þeim verkefnum sem þú ert að vinna í? Já, bæði sterkasta vopn og svolítið stundum kannski veikleika því að leið og ég finna að ég hef ekki passion að þá svona fer ég og finna eitthvað annað sko, stundum. Já, ok. En í dag rekur þú Sport4U og Alpha Gym sem er þjálfunarstöð. Getur aðeins sagt mér frá því hvernig þetta byrjaði? Sko, við opnum Alpha Gym 2015 og Sport4U síðan 2016 en á undan því að þá var ég einkaþjálfari og búinn að vera einkaþjálfari sko frá því 2008 þannig að oft líta hlutirnir út fyrir að vera eitthvað overnight success. Maður opnaði 2 stöðvar á einu ári en ef við byrjum á byrjunni að þá er ég búinn að þjálfa frá 2008 bara típiskur einkaþjálfari til 2014 og svona árið 2014 þá fæ ég þá gera svona alls konar hlutir bara í höfðinu á mér og ég er að lesa ógeðslega mikið og er í kringum fólk sem veitir mér innblástur til að fara að gera eitthvað hluti. Maður er fram að því að maður er búinn að langa að gera eitthvað sjálfur, langa að gera, opna eitthvað og langa að gera eitthvað stærra, eitthvað meira en að vera bara að ströggla sem einkaþjálfari á gólfinu. Og já, þannig að ég er búinn að vera einkaþjálfari 2008 til 2014 og svo búinn að vera með svona hugmynd í maganum lengi af svona online konsepti sem er í rauninni grunnurinn að því að ég get opnað mitt eigið gym. Árið 2014 þá förum við á stað með þetta online konsept og á 3 mánuðum að þá förum við úr því að ég er að ströggla sem einkaþjálfari á gólfinu, bara leigja gólfgjald hjá einhverjum öðrum og svo launchum við þessu konsepti og 3 mánuðum að þá get ég hætt að þjálfa á gólfinu og opna mitt fyrsta gym. Og það er í janúar 2015. Já. Og árið síðar þá opnum við, akkurat einu ári síðar þá opnum við Sport4U. Hver var ástæðan fyrir þú valdir að vera einkaþjálfari? Ég held ég hafi bara ekki kunnað neitt annað. Þú veist, mér þykir mjög gaman að læra en ég hataði skólakerfið. Skólakerfi hentaði mér ekki en ég elskaði samt að læra. Og
ef ég hafði eins og eitthvað passion fyrir því sem ég var að læra. Og ég var alltaf í fótbolta og svo meiðist ég þegar ég svona 15 ára gamall og fer þá að lyfta og þá var ég ekkert aftur svona, ég var bara húkt þarna bara frá fyrsta degi og og ég ákveðla bara þar bara ég held að vera þeirri bara sömu viku að ég myndi verða þjálfari og opna mitt eigið gym og sá framtíðina eða bara fyrir mér bara fyrstu vikuna sem ég fór í ræktina sko. Þannig ég stemdi að því alveg frá því að ég var þú veist 15 ára gamall að verða þjálfari og eiga gym. Já, þannig að þinn draumi voru alltaf að eiga eina í líkamsræktarstöð. Já, það var einn af svona þessum draumum sko. Já, ok. Segðu okkur aðeins frá því eftir þú opnar Alpha Gym hérna í Keflavík árið 2015. Já, við opnum sko í janúar 2015 og þá opnum við 80 fermetra, við erum í 80 fermetra iðnaðarhúsnæði, bara upp í sveit. Það var svona, ég var mjög heppinn að fá þetta húsnæði og þetta var í rauninni sko, það var gengið inn að aftan, vissi enginn hvað þetta var og þetta var bara pínulítið, þessi 80 fermetrar. Ég byrjaði með einhverjar 2 stangir og held ég 80 kílóum að lóðum og eitthvað nokkur tæki, en fyrir mér þá var þetta flottasta gymmið í bænum sko. Og svo smátt og smátt þá bara bætum við og það stækkar og 2 árum seinna þá erum við komin hingað í miklu stærra húsnæði og með fullbúna aðstöðu og fleiri þjálfara og þannig að þetta bara svona vatt upp á sig, bara svona snjóbolt áhrif. Já, hvað öðruvísi við þessa þjálfun heldur en venjulega einkaþjálfun? Alpha Gym náttúrulega sko einkaþjálfunarstöð þar sem allir eru í svona semi-private einkaþjálfun og ég held að sem að sker okkur úr fjöldanum og gerur okkur kannski öðruvísi en aðra er að við leggjum áherslu á að búa til kúltúr, svona svolítið sérstakann kúltúr og samfélag þar sem að fólk vill vera kannski andlega sterkara líka og vill svona læra að hugsa aðeins öðruvísi, skara fram úr og þetta snýst ekki bara líkamsrækt. Þó að kannski gerði það svolítið mikið í upphafi að þá breyttist stefnan mjög fljótt í meira mindset og leggja áherslu á það og að skapa svona kúltúr innan hópsins okkar sko. Já, nákvæmlega. Sem að byggja upp samfélag af fólki sem vill ná lengra og setja sér markmið og með svipa hugafar. Algjörlega. Algjörlega. Og ég held að sko okkur hefur tekist að með því að prómóta það sem við erum að gera og svona kannski ég svolítið að setja mín gildi út þú veist eins og á social media og slíks, skrifa pistla og svona að þá hefur okkur tekist að laða að okkur þá viðskiptavini sem við viljum hafa hérna. Þannig að Alpha Gym kannski ekki endilega fyrir alla. Það ekki allir sem að fíla svona þessa nálgun sko. Nei. En þeir sem að fíla þetta, þeir eru hérna og eru hérna bara forever sko. Við erum búin að vera fólk hérna sem búið að vera frá day one sko. Já. Þið leggir svo mikla áherslu á quality og quantity. Já, Alpha Gym byggt þannig að við erum með það ekki bara kennitala í einhverju kerfi. Þetta persónulegt og svona verður hluti af mikilvægur hlekkur í samfélagi. Já. Og þannig að þetta er svona svolítið sérstakt konsept að því leiðinu til sko. Já, en hvað myndir þú segja, hver ástæðan fyrir að þetta konsept hefur gengið svona vel? Ég held að fólk vilja alltaf ákveðin hluti af fólki sem vill
fá eitthvað sem persónulegra og fólk vill tilheyra einhverju stærra en það sjálft. Fólk vill tilheyra einhverju sem hefur einhvern málstað og einhvern málstað sem það tengir við. Ég held að það sé svona megin ástæðan fyrir að þetta konsept gengur, sko. Já, finnst þau vera hluti af einhverjum hóp? Já, algjörlega, hluti af hóp og hóp sem hefur ákveðin gildi og ákveðin siði og þú svona, eitthvað sem þú vilt tileinka þér og vilt tilheyra hóp sem tileinka sér þessi gildi og þannig málstað og þessa siði. Fara að lifa eftir ákveðnum svona háttum sem við gerum. Já, ok. Hvernig eins og æfingakerfin sett upp? Hversu oft í viku æfir fólk? Það misjafnt, sko. Sumir, af því að við teklum bara hvern og einn einstakling fyrir sig. Sumir koma og æfa 2 í viku á meðan aðrir eru kannski allt upp í 6 í viku. Það alltaf 1 eða 2 þjálfarar á gólfinu og kannski 4 til 12-15 manns að æfa og sumir af þessum æfa 2 og sumir æfa 6 og það bara teklað hvern einstakling fyrir sig. Æfingarnar eru í svona litlum hóp en allt, markmiðssetning og mælingar eða það eitthvað fólk þarf að ráðgjöf mataræði, það allt one-on-one með þjálfara inn á skrifstofu. Já. Þannig að allt svona sem snýr að þér persónulega, þín persónulega markmið one-on-one, en svo eru æfingarnar í litlum hóp. Í minni hópum, já. Minni hóp sem samt gerum við einstaklingsmiðað ef það eitthvað með meiðsli, ef það eitthvað með eitthvað spesmarkmið, ef það eitthvað sem vill sér hana prógram, að þá fær við komið það. Já. En hvernig svo með þjálfarna sem þjálfa viðskiptana? Þeir eitthvað frábunir bara eins og ég held að allir þjálfarnir okkar eiga það sameiginlegt að vera á þessari línu að svona þetta mindset og alltaf vera að þróa sjálfan sig, vera að fókusa á svona personal development. Þau eru ótrúlega klári í öllum sem snýr að vísindalegri nálgun á mataræði og æfingar og styrktarþjálfun. En ég held að eiga öll sameiginlegt að vilja þróa mindsetið sitt og verða betri einstaklingar, verða á næsta ári þá ég öflugri útgáfa sjálfur mér heldur en ég í dag. Já. Og núna ég öflugri útgáfa heldur en ég væri á sama tíma í fyrra. Og ég held að það veiti viðskiptavinum okkar ótrúlega mikið innblástur. Já, sem snýst það að vilja alltaf ná lengra, vera betri í þessu. Já, vera svona á einhvern hátt og á mismunandi sviðum að verða öflugri útgáfa af sjálfum sér. Já, nákvæmlega. En hvað myndir þú segja að væri svona mikilvægast að þú horfir tilbaka mikilvægast í því að byggja upp gott teymi í kringu þig? Það að hafa, ef þú hefur nægilega skýra sýn á það hvert þú vilt stefna og þú getur sannfært aðra að taka þátt í þessari sýn með þér, þú getur sannfært aðra mikilvægi markmiðsins, mikilvægi málstæðarins og ef þú ert með nægilega stóran draum og nægilega stóra sýn þannig að draumar annara geti fittað þar inn. Það held ég að og í öllu ef þú þróar þann eiginleika að geta sannfært fólk og selt fólki drauminn þinn það held ég svarið. Já, hvað það þá svona helsta sem þú leitar eftir, hvað eiginleikar í fólki? Bæði viðskiptavin eða það bara attitude. Bara, work ethic, attitude, svona viðhorf. Sérstaklega kemur að svona kannski starfsfólkinu sem við ráðum. Ég þarf ekki að fá besta, klárasta eða hæfileikaríkasta eða þjálfara mestu þekkinguna. Því það allt eitthvað sem hægt að þjálfa upp. En það erfiðara að þjálfa upp attitude og work ethic. Hugafar, já. Hugafar. Þannig að það erfitt að fá eitthvað sem opinn fyrir því. Já.
Þannig að ef við finnum einhvern sem opinn fyrir að bæta sig á því sviði og byrjaður jafnvel að þá tökum við hann frekar fram yfir einhvern sem kannski með ógeðslega flott CV, ótrúlega flotta menntun eða þá það sé auðvitað pluss líka sko. Já, nákvæmlega. En nú þetta mjög ólík konsept bæði Alpha Gym og Sport for You. Já, sko við vildum fara í rauninni búa til sko 2 gjörsamlega ólík konsept. Ef við horfum á það sem að flestir hinir í sama bransa að gera, að þá vildum við fara í rauninni sitt megin við það sem allir hinir að gera. Allir hinir hér og við vildum vera hérna og hérna. Það annars vegar að vera með ofur persónulegt, einstaklingsmiðað þjálfunarstöð, það sem mikil þjónusta og kallið svona high ticket eða hærra verð á móti að í Sport for You að þar er hægt að kaupa aðgang að tækjasal og það engin þjónusta. Nei. Þar kaupir þið bara inn og ert á eigin báti. Já, nákvæmlega. Þannig að það konsept bara membership gym, opið allan sólarhringinn, topp aðstæður, topp gæða equipment, en engin þjónusta. Nei, nákvæmlega. Núna eru þið með eina staðsetningu, Sport for You í Keflavík. Nýverið búin að stækka við ykkur. Einhver framtíðarplön með aðra staðsetningar? Annað hérna eða á höfuðborgarsvæðinu? Já, engin spurning. Okkur langar að gera stærri hluti með Sport for You eins og við erum nýbúin að færa okkur úr 270 fermetrum í 430 fermetra og búin að fá bara geggjaðar viðtökur og nýja stöðin sko location staðsett svona inn í svona hverfi og þannig að þetta í hugmyndin að þetta fyrir bara venjulegt fólk og jafnvel í göngufæri fyrir þá sem eru meðlimir og já, okkur langar klárlega að fara miklu lengra, að gera miklu stærri hluti með það því það svona mjög scalable concept. Já, það auðveldar að stækka það heldur en Alpha Gym. Já, það er meira persónulegt. Já, það auðveldar að stækka og hefur ótrúlega mikið potential og svolítið öðruvísi heldur en að mörgu leyti heldur en svo margt annað sem í boði og eins og segi það erfiðara að skeila eða sko replicata Alpha Gym eða fara með Alpha Gym konceptið og opna annars þar. Það snýst svo mikið andan sem hérna, þjálfarana og svona kúltúrinn sem við erum búin að byggja hér. Að það er erfiðar að fara með það og gera það einhvers staðar annars staðar. Heldur en að taka Sport for You konceptið og opna það á fleiri stöðum. Í rauninni ertu að tala að þú getur í rauninni eða mjög erfitt að skeila fólki sem hérna bakvið. Að því þetta svo persónulegt. Já, það er hægt en töluvert erfiðara. Töluvert erfiðara og þannig að já, akkurat núna erum við á því að fara lengra með Sport for You sko. Já, en þú byrjaði með eitthvað prógram sem hét Alpha Girls. Getur þú sagt okkur aðeins? Já, Alpha Girls byrjaði 2014. Mér langaði að búa til online koncept þar sem ég þyrfti ekki að selja tíma minn fyrir pening. Og á þessum tíma þetta voru margir með eitthvað svona fjarþjálfun og sem ég fannst í raun aldrei sérstaklega gott koncept því það ertu bara búin að taka one-on-one einkaþjálfun á gólfinu, færa það yfir á netið og rukkar 10 sinnum minna fyrir það. Þannig að mér langaði að búa til svona koncept sem þyrfti ekki lengur að selja tíma minn fyrir pening. Og ég hef búin að vera með þessa hugmynd í maganum í smá tíma og svo var ég með mentor á þessum tíma sem sagði mér að
nú ætti ég að hætta að lesa svona mikið um næringu og líkamsrækt, fókusa meira á personal development og business og svona, og ég fór að gera það og þá svona fattaði ég, ok, ég get búið til eitthvað sem búið til nýtt viðskiptamódel sem er scalable. Ég þarf ekki að eyða meiri tíma á gólfinu til þess að þéna meira. Ég get selt meira og átt meira svona frelsi. Og AlphaGoals konseptið var svona upphafið af því og snerist targeta stelpur á aldrinum 18 til 30 ára sem vildu lifta, því að á þessum tíma þá var crossfitið ekkert orðið svona eins stórt og það er núna og stelpur voru kannski ekkert að lifta jafn mikið, að stunda svona styrktarþjálfun eins mikið og það er í dag. Við vildum kenna fólki að léttast eða læra á mataræði án þess að þurfa bara að borða kjúklingabringur og brokkoli og hann kendi svona flexible dieting og þannig að já, targethópurum var stelpur 18 til 30 ára sem vildu vera sterkar og vildu læra að lifta, vildu læra flexible dieting og já, þoldi ekki svona típiska hopp og skopp leikfimi. Þannig að þetta var mjög svona þröngur hópur, en þetta bara sprakk út og þú veist, eftir 3 mánuði þá vorum við komið vel yfir 100 viðskiptavini sem þýddi það að ég gat hætt á gólfinu og opna mitt eigið gym og haldi áfram að þróa þetta online koncept sem við höfum svo tekið og sett til að þróa með árunum og sett í mismunandi búning. Við höfum prófað þetta koncept fyrir kalla og við höfum prófað þetta koncept fyrir mindset og sett það upp fyrir nokkra mismunandi markhópa og já, þetta er svona eitt svona það viðskiptamódel sem ég held að virki best online. Já. Hvaða bók er það sem þú lesið sem hefur haft hvað mest áhrif á lífið þitt? Sú bók sem hefur haft, eða svona byrjunin á öllu þessu, ég hef lesið svo fleiri bækur sem hafa haft áhrif á mig, en fyrsta bókin sem hafði svona raunveruleg áhrif var bókin The Compound Effect sem ég fekk í gjöf frá svona mentor sem ég hafði á sínum tíma og fram að þeim tíma þá hafði ég í rauninni aldrei lesið heila bók. Eins og ég segi, ég átti mjög erfitt með að læra í grunnskóla og framhaldsskóla og hafði örugglega aldrei fram að þessum tíma lesið heila bók frá upphafi til enda. En þessi bók, The Compound Effect, kenndi mér svo ótrúlega margt, bæði svona bara í lífinu og í business, sko. Og svo hafa náttúrulega fleiri bækur í kjölfarið og ég var eiginlega húgt á, eftir að þessi bók hafði svona ótrúlega mikil áhrif á mig og þá var ég húgt á að lesa meira og lesa ótrúlega mikið í dag og þú veist, Think and Grow Rich og Rich Dad Poor Dad og bók sem heitir Man Up eftir Bedros Keuilian, Extreme Ownership eftir Jocko Willink. Þetta eru svona bækur sem hafa haft mikil áhrif á það sem ég gerir, sko. Já, hvað myndirðu segja að vera svona mikið sem þú lært af bara bók eins og The Compound Effect? Sko, The Compound Effect snýst í grunninn að margt smátt gerir eitt stórt. Nákvæmlega. Og þegar við gerum litlu hlutina sem kannski virðast ómerkilegir í mómentinu, að þegar við gerum allar þessar litlu ákvarðanir dag frá degi vel, að þá safnast það saman og verður að einhverju jákvæðu, einhverju stærra eftir x langan tíma.
Sama ef við tökum rangar ákvarðanir, einhverjar sem virðast ómerkilegar í mómentinu, smávægilegar, en allar þessar litlu smávægilegu ákvarðanir safnast upp og geta orðið að eitthvað hrikalega slæmu eftir x langa tíma. Já. Og já, þannig að þetta er í grunninn í compound effect. Ótrúlega einfalt konsept og ætti að vera common sense. Já, þetta ekki svipað eins og margir tala overnight success? Það mikið vinna. 100%. Bak við það. Já. Fólk sér ekki. Algjörlega. Og það þú veist, það eins og ég segi oft þegar fólk heldur að, þú veist, eins og við opnuðum 2 gym þegar ég er 5 ára og fólk heldur að það hafi verið eitthvað overnight success, en ég er samt búinn að vera frá 2008 til 2014 að vinna að því, skilur. Og svo í þessari bók líka að þá lærði ég svona almennilega að taka, að skilja hvað það þýðir að taka persónulega, 100% persónulega ábyrgð í öllum kringumstæðum. Þannig að meiri segja að ef ég ákveð að lána þér pening og þú lofar að borga mig tilbaka en gera það ekki, þá get ég ekki verið reiður við þig að því að mín ákvörðun að lána þér pening. Já. Skilur? Það er eiga ákvörðuna sem þú tekur í rauninni. Já, þannig að þú tekur bara 100% ábyrgð á öllu sem þú gerir. Hvar þú ert í dag, hvar þú ert niðurkomin í dag, það er 100% undir þínum ákvörðunum komið. Já. Allar ákvarðanir sem hún tekið fram að þessum tímapunkti er ástæðan fyrir að þú ert hér í dag. Hvað myndir þú segja að væri mikilvægasta þegar einstaklingar eru að setja sér markmið? Ég vil alltaf setja mér óraunhæf markmið og setja mér það sem að aðrir telja óraunhæft. Og mér finnst ég heyri oft fólk ráðleggja einhverjum að setja sér raunhæf markmið, en ég vil setja mér óraunhæf markmið og setja mér risastór, en passa mig á að ég sé með raunhæft næsta skref. Ég þarf að setja, ég er með stórt markmið, en ég þarf að setja það niður skref fyrir skref, hvernig ég kemst þangað. Þannig með eitthvað risastórt markmið og svo þarf ég að reverse engineera prósessin. Og svo þarftu náttúrulega bara að trúa á markmiðið. Þú þarft að trúa að þú getir afreka þetta sem þú ætlar að gera. Það er svona, held ég, númer 1, 2 og 3. Nákvæmlega. Er það eitthvað sem þú ráðleggur fólki að gera daglega til þess að maintaina þeim markmiðum sem það setur sér? Já, eitt svona sem við höfum verið að gera er að láta fólk setja sér þú setur þér eitthvað stórt markmið, en svo þarftu að vera með eitthvað sem gera á hverjum degi til þess að komast nær markmiðinu og þú verður kannski með eitthvað þrjú svona lykilatriði þar sem að ef þú gerir þessi 3 atriði þá veistu að þú komst nær markmiðinu, og ef þú gerir þessi 3 atriði þá ertu búinn að vinna daginn, eða sigra daginn þinn. Svo er markmiðið að sigra fleiri daga í vikunni en þú tapar, og svo þarftu að sigra fleiri vikur í mánuðinum en þú tapar, svo þarftu að sigra fleiri mánuði á árinu og þá ertu búinn að sigra árið. Já, þannig að þú í rauninni ráðleggur fólki að setja sér mjög stór markmið og búta þið svo niður í minni markmið. Já, setja sér stórt markmið, búta þið niður í svona minni skref, bara ef ég gerir þetta þá kemst ég nær markmiðinu, og ekki, það sem við búum til dag frá degi er rauninni ekki markmið, heldur þetta bara skref, það er bara þetta gerir ég í dag. Já. Og þá veit ég kemst nær markmiðinu. Ok. Myndirðu ekki segja að það væri kannski mikilvægt eins og þetta setja þér sjálfur markmið, að í staðinn fyrir að þú setur bara eitthvað x niður, að þú setur út útkomuna sem þú vilt fá úr markmiðinu og svo skrifur einmitt þennan action lista fyrir neðan? Algjörlega, það er nákvæmlega
nákvæmlega það sem ég á við, að þú sért með eitthvað útkomu sem þú vilt ná í og þú vitir nákvæmlega hvaða skref þarf að gera til að komast þangað. Já. Ég held líka að það sé mikilvægt að þú getir sko upplifað, prófað að upplifa markmiðin eins og við tökum bara svona, ef þú ert með eitthvað material markmið, eins og þið langar að búa ef við tökum bara svona eitthvað dæmi, ef þið langar að búa í eitthvað ákveðnu hverfi eða í einhvern ákveðnu húsi, eða þið langar í eitthvað bíl eða eitthvað svona, að þú veist, taka rúnt í hverfinu, fara á fasteignasölu, skoða húsið, fara og upplifa svona, fá smjörþefinn af, Fá innblásturinn. Já, og gera hana oft þannig að þið finnist þú eiga heima hana. Já. Þannig að þú upplifir að heiliðin vill svona, hann elskar það sem hann þekkir og ef að þú ert búinn að prógrama heilan á þér til þess að kannast við þetta umhverfi, þá eru markmiðin svona raunverulega. Nákvæmlega. Svo í byrjun sumars greinstu með krabbamein sem lítur að vera mikið áfall fyrir þig. Já, í maí eða júní þá greinst ég með, man ekki alveg, maí eða júní, þá greinst ég með krabbamein, búinn að finna fyrir svona óþægindum í svona 2 vikur og fer svo til læknis og þá kemur það í ljósa að ég er með krabbamein og fer svo bara strax í aðgerð og svo í lyfjameðferð sem er að klárast núna. Þannig að það er svona mjög lærdómsríkt ferli og gerir maður klárlega sterkari og hjálpar manni að maður reynir að draga svona einhvern lærdóm af því sko, að þá er það klárlega eitthvað sem maður getur horft á og gert, orðið sterkari og tekið eitthvað úr því sem getur nýst öðrum og hjálpað öðrum. Já. Myndirðu segja að við breytt viðhorfinu þínu á lífið? Alveg 100%. Og svona ein af ástafanum fyrir að við erum að skipta áherslunni í fyrirtækinu okkar yfir á meira mindset og frá bara fitutapi og vöðvastækkunum svona típisku líkamsræktar fyrirkomulagi og skipta meira yfir í mindset er klárlega, við vorum byrjuð á því og svo greinst ég með krabbamein og þá einhvern veginn ýtti það ennþá meira á okkur að fókusa bara meira á það. Hvernig getum við hjálpað fólki að verða andlega sterkari til þess að taka við höggunum sem að lífið stundum hendir í mann. Já, og það er þetta nýja Alpa Project sem þú byrjaði með. Já, nú erum við farin að stað með nýtt online koncept sem er hannað til þess að gera fólk andlega sterkara, hjálpa fólki að skara fram úr og líka svona verða sterkara þegar kemur að einhver svona erfiðleikum með áföllum í lífinu. Já. Og þá tekið svona kannski, eru svona ákveðna prinsipreglur sem að ég var búinn að tileinka mér sem gerðu mér auðveldara að díla við til dæmis svona atburði. Að fá krabbamein og aðgerð og lyfjameðferð og allt þetta. Ef ég hefði ekki verið búinn að tileinka mér þetta mindset, þá hefði kannski komið miklu verr út úr andlega, út úr þessu öllu saman. Á þínu viðskiptaferli, hvað myndirðu segja að væri stærstu mistök sem þú hefur gert? Það var að halda að þú getur gert allt sjálfur og að taka ekki inn, að ráða ekki inn fólk fyrr. Það myndi ég segja að væri stærstu mistök. Að halda að maður geti verið allt í öllu og já. Já, að hafa ekki fengið fólk inn til að delegata verkefnum. Já, leið og ræður inn hæfileikaríkt fólk með gott attitút, getur delegata verkefnum, gefið öðrum einhver ábyrgð og þú getur fókusa á það sem þú gerir best, þá stekkur. Já, myndirðu einnig segja að þetta væri kannski
mistök sem að flesti fyrirtækjaeigendur gera, sérstaklega svona? Já, ég held að sko, þú verður að gera grein fyrir því að það sem að hjálpa þér kom þér á þann stað að velta 1 milljón á mánuði ekki það sama og hjálpar þér að velta 10 milljónum á mánuði. Þannig að þú getur verið einn að höstla og grænda og upp á vissu marki, en til þess að stækka þá klárlega þurfa fyrirtækjaeigendur að búa til teymi og delegita verkefnum og engin spurning. Já, snýst í rauninni það að vera með kraftmikið fólk í kringu sem að þú getur treyst fyrir verkefnum. Já, og stíga inn í svona leadership hlutverk, verða leiðtogi og treyst öðrum fyrir verkefnum og engin spurning. Ef þú ættir að gefa einhverjum eitt ráð sem að væri að fara að stofna sitt eigið fyrirtæki eða hefja eigin rekstur, hvað væri það? Hætta og hugsa og láta bara vaða. Hlusta bara á ráð frá þeim sem hafa nú þegar náð árangri á þessu sviði. Ekki hlusta á vini þína eða mamma og pappa eða frænka og frænda eða eitthvað sem að vilja þér kannski vel en hafa enga reynslu á þessu sviði sem að þú ert að stíga inn á. Og já, hætta bara að hugsa og láta vaða, byrja eitthvað staðar þó þú þurfir að byrja smátt. Og já, stundum þarf maður bara að byrja og svo bara figure it out along the way. Þú þarft ekki að vita allt í byrjun. Og það er ómögulegt, það er engin tími sem er réttur. Já. Þú verður bara að byrja. Nákvæmlega, lærir af mistökunum sem þú gerir. Lærir af mistökunum sem þú gerir og það er rauninni besta feedbacki sem þú færð. Já. Að prófa bara. Þannig að ég get ekki kennt þér að stýra bíl ef hann setur kjörinn út á bílaplani. Þú verður að fara á stað, sko. En þú talaðir áðan að þú verður með mentor. Hvað er það svona mikilvægasta sem þú lært á honum eða eitt besta ráð sem hann hefur gefið þér? Sko, þessi mentor sem við töluðum var mjög mikilvægur á mentor á sínum tíma og hjálpaði mér ótrúlega mikið. Og hjálpaði mér af stað í þessu kannski personal development og fókusa meira á business og svona. En svo hef ég í gegnum tíðina verið mjög heppinn og ég hef verið mjög heppinn að margir af mínum viðskiptavinum hafa verið í einhverjum business og þannig að þeir hafa líka verið svona ákveðnir mentors og svo náttúrulega fylgist maður með velur sér, passar að velja sér eins og til dæmis á social media að velja sér þá sem maður vil fylgjast með og finna sér kannski einhverja mentor þaðan þó að það séu svona einhverju mentors í gegnum netið eða svo kýst að læra en þá hef ég bara verið mjög heppinn að vera í kringum fólk sem hefur náð árangri í því sem ég vil ná í árangri. Þú byrjar fyrirtækið þetta árið 2015 og ert búin að vaxa gríðarlega á síðustu 4 árum, bæði Alpha Gym og Sport4U. En hvar sérðu þið fyrir næstu 5 árin? Hvað er framtíðarsýn? Á næstu 5 árum þá langar okkur að opna Sport4U á fleiri stöðum. Okkur langar að halda áfram að byggja Alpha Gym samfélagið, bæði hér og meira online með Alpha Project. Og svo erum við að hjálpa öðrum þjálfurum líka að byggja sinn eigin business og mér langar svolítið að vera á næstu 5 árum að gera meira af því, vera mentor fyrir aðra þjálfara og fólk sem að byggja sinn eigin business og bara halda áfram á svipaðri braut, halda áfram að þróa sem við erum að gera, opna Sport4U á fleiri stöðum. Já. Þú ert svo með prógram þar sem þú býður þjálfurum, einkaþjálfurum upp á að koma sér betur á framfæri. Hvernig virkar það? Já, við erum með business coaching fyrir þjálfara og virkar í rauninni fyrir þjálfara, markþjálfara, næringafræðinga
danskennara, ef þú ert einhver kennari eða sérfræðingur í einhverju, að þá erum við með námskeið og svona business coaching, þar sem við hjálpum þér að byggja betra viðskiptamódel, hjálpum þér að þéna meira og hafa meira áhrif og þjálfa, þannig að þú getur þjálfað viðskiptavinnina þína og hjálpa þeim að ná meira árangri. Ok, í lokin förum við í smá leik, orðaleik, þar sem ég segi eitt orð og þú mátt segja orð eða setningu, en það er aðeins ein regla, þú mátt ekki segja sama orðið eða setningunum tvisvar. Ok. Ertu klár? Fjölskylda. Númer 1. Peningar. Frelsi. Húsið sem þú býrð í. Fínt. Æskaðin. Misjöfn. Fín. Ástríða. Hafa áhrif. Alfagim. Það má ekki segja sama. Samfélag. Erfiðir tímar. Gera það sterkari. Einar Kristjáns. Bara venjulegur. Takk fyrir að gefa þér tíma og koma í þetta viðtal. Takk fyrir mig. Ég heiti Einar Kristjánsson, eigandi Alfagim og Sport4U og þetta var Íslenski draumurinn.